Daniel, góð sigur hérna í kvöld hjá Keflvíkingum. Hvernig náðu þið þennan? Það bara, við skiptum bara gír í hálfleik og við vorum dálítið langt frá þeim hér í varnarlega í fyrri hálfleik og þeir komu svona, leið bara vel, bara mjög þægilega að spila gegn okkur og það má ekki vera þægilegt því að þá fá liðið sér sjálfstraust og bara getur gert það sem við sýnum. Í seinni hálfleik náðu aðeins að þétta ræðirnar og vera meira fyrir þeim og láta hafa meira fyrir hlutunum og svo hjálpar að þau vera skotið byrja betra. Já, maður sá í svona hluta leiknum voru þeir að ná að skora svolítið vel inn í teig. Þeir náðu að loka vel á Jacobi Ross hérna í seinni hálfleik. Það var nánast ekki með stig. Í fyrsta leiklutum þá náttúrulega steig Craig Möller þessi leik og það fannast eftir hérna í kvöld. Algjörlega. Svona hinn þýski Birgir Mikaelsen sem maður myndi kalla hann. Já, hann var rosalega flottur hérna í kvöld og hann byrjaði náttúrulega að leikja mjög vel og bara blessunarlega fyrir okkur og hann á hálfleikur aðeins inn í þessu. Og þegar hann fær einhvern tíma fyrir utan þriggjustaðlínuna þá þetta hálfprósentu skot og við vorum að leita því hérna líka aðeins í seinni hálfleik og það bara var vel sko. Þannig að ég var mjög ánægður með framlagið hjá öllum leikunum okkar í seinni hálfleik og við þurfum að byggja bara og halda áfram að byggja á því. Já, aðeins með rennið markið. Ég talaði síðan áðan og það sér að hlutverðan þau aðeins svona breyst á því að hann var þetta síðast. Hann ekki bara skjótandi alveg út í eitt og nú hann meiri leikstöðandi. Er það planið með? Já, ég meina við erum með mjög frambærilega sóknarmenn með honum og við sjáum bara hversu hann er góður leikstjórnandi að hann líka og það sem hann hefur verið að sýna á okkur í síðustu leikjum og í æfingum. Þannig að hann er í því hlutverki og ef hann að fara að falla frá honum þá náttúrulega tekur hann sitt en það er líka hans hlutverk að finna aðra og koma öðrum inn í leikinn og það er þetta góði leik sem við gerum. Það er rosalegt að sjá hann í þessu hlutverki sem hann getur valið skotur sín betur. Já. Hann er alltaf hægt á hann. Akkurat. Hann er kannski ekki hálf prósentur fyrir utan þriggja en einhvern veginn svo þriggja skotina voru að vega meira. Algjörlega og þetta bara hann þarf líka bara að koma sér leikformi. Það er langt síðan að hann var að spila almennilega og ég menna hann náði nokkur leikir með okkur núna og æfingum ykkur á 3 vikur og við þurfum bara að halda áfram að hlúa því og bara halda áfram að gefa mér rými til þess að koma sér í takt og það er bara eitthvað sem ég hlakka bara greiðlega mikið til. Bara þetta sem að nú eru vandað í liði og fyrir svona gagnrýndi fyrir það að vera ekki með hann X-faktor í liðinu. Finnst þér að vera góð með hann í dag? Já, það er sjálfsögðu. Þeir hefur Martin og við veitum alveg hvað hann er capable hvað hann getur gert í sókn og hann er að komast líka bara betur inn í varnarleikinn okkar og hvað verður maður að reyna að gera og líka bara læra inn á liðsfélaginu sinna skilur og ég veit að seinni hálfleikurinn þá með það að vera svona besti sem ég sé svo far að koma saman sem lið og þekkja svona hlutverkinn og annað þannig að ég var mjög hrifinn af því. Já, næst er það bara bikarvikan mikla að Keflavík. Stendur í undirbúning fyrir það? Algjörlega og ég meina við tökum bara daginn rólega á morgun og svo bara setjumst við að teikniborðinu á sunnudaginn og tökum sunnudag á mánudag að koma okkur í gírinn og ég bara hlakka til að taka stóð í það verkefni eins og allir. Gangið þér bara vel. Takk.